19. öld hófst byggð á Jökuldalsheiði og þá átt við fasta búsetu árið kring. Þessi byggð stóð í rúma öld eða frá 1841 til 1946. Býlin í Jökuldalsheiðinni urðu alls 16 og voru reist á árunum 1841 til 1862. Mörg bílana byggðust upp á gömlum seljum. Á Vopnafjarðarheiði hófst byggðin fyrr eða 1830 og stóð til 1947. Skortur á jarðnæði var aðalástæða þess að fólk valdi að byggja á heiðum uppi. Það má segja að það hafi verið ósk sjálfstæði, að vera sinn eigin húsbóndi sem fékk fólk til þess. Á þessum tíma mátti fólk ekki giftast og stofna fjölskyldu nema að hafa jarðnæði. Búskaparskilyrði í heiðinni voru á margan hátt góð, þótt víða væri snjóþungt, enda flest býlin í yfir 500 metra hæð. Heiðin var mjög grösug og gott sauðfjárland. Silungsveiði var ágæt í flestum vötnum á svæðinu. Rjúpnaveiði mikil á vetrum og yfir sumartíman var gnótt af öndum og álftum. Hreindýr voru þarna frjáls, en þó talið að stofninn hafi verið í sögulegu lágmarki upp úr aldamótunum 1900 og upp úr því voru þau friðuð. Verslun sóttu heiðarbúar nær eingöngu til Vopnafjarðar. Til dæmis var 75 km leið í kaupstað frá veturhúsum. Leiðir í kaupstað og milli bæja voru flestar auðveldar. Árið 1934 komst á vegasamband milli Norður- og Austurlands og lá vegurinn í fjöruborði Sænautavatns hjá Rangalóni. Eftir það fóru bændur á Jökuldalsheiðinni að versla við kaupfélag héraðsbúa á Reyðarfirði. Þá voru þar aðeins 4 býli eftir: Sænautasel, Veturhús, Ármótasel og Heiðarsel. En íbúar Vopnafjarðarmegin á Brunahvammi, Arnarvatni og Fossi sóttu áfram verslun til Vopnafjarðar. Við Öskjugosið, þá yfir hrundi askan dimm, 1875, lögðust þeir bæir sem þá voru í byggð í Suðurheiðinni í eyði, nema Rangalón. Háls var komin í eyði. Nokkrir byggðust aftur að fáum árum liðnum. Öskugeiran lagði í austur frá Öskju. Askan féll víða en þó mest á hálendinu og fóru sum heiðarbýlin mjög illa út úr því. Við öskufallið fluttu margir, fyrst niður í sveitirnar í kring, en fjöldi þeirra sigldi síðar vestur haf næstu árin og því mikill fjöldi vestur Íslendinga afkomendur fólksins úr heiðinni. Háreksstaðir voru fyrsta býlið sem byggðist í Jökuldalsheiðinni. Það byggðist 1841 og byggt úr landi Skjöldólfsstaða á Jökuldal og það stendur í 482 metra hæð yfir sjó. Það er talið að þar hafi verið byggð áður, það voru rústir þar. Og það var raunar þannig með byggðinni í Jökuldalsheiðinni að þessi bæir sem þar byggðust, þeir byggðust flestir upp á gömlum seljum sem tilheyrðu jörðum á Jökuldal. Og síðan kannski sá sem var og bjó þar lengst og langlengst var Jón Benjamínsson. Hann bjó á Hárekstum í 32 ár og þá hafði hann raunar búið nokkur ár í viðbót, ég ekki alveg klár hversu mörg, á öðrum bílum í heiðinni. Það sem merkilegt við Jón Benjamínsson, þennan sem bjóð þarna, var það að sonur hans, Gísli, hann ritar búskapinn og hvernig hann fæðist og elst upp í Jökuldalsheiðinni, Gísli, og hann ritar ævisögu sína sem var svona samsetningur á margs konar fróðleik sem hann hafði birt í blöðum í Vesturheimi, því hann flutti til Vesturheims, og ritaði bók sem týndi þetta allt saman og heitir Haugeldar.
Og þar eru afar merkilega lýsingar á búskapnum í heiðinni. Landið á Háreysstöðum var kostamikið talið. Þetta var talið ein besta jörðin í heiðinni. Og það sem gerði það verkum að hún var talin góð jörð var það að það var gríðarlega mikið graslendi austan við bæinn á milli Háreystaða, Kvíslar og Fellahlíðar og gríðarlega mikið votlendi þar sem að heyskapur fór mest fram. Þar sem var gott heyskaparland, þar var gott að búa. Og svo framalega sem menn höfðu mannafla og atorku til og þó að væri köld ár þá spratt yfirleitt alltaf stör í flóum. Það var mikið kuldaverk að heyja, menn stóðu upp undir hné í vatni við að slá í tjörnunum. Það var erfitt að þurrka heyið í flóunum og það var flutt heim á klökkum, oft blautt og þurrkað heim á túnni. Auk þess var heyjað þarna svokallað lauf sem víða var þá á þurrum börðum meðfram melöldum. Túnið á Háreysstöðum það skilaði kýrfóðri sem þótti sérstakt. Það voru nú alls ekki þannig í heiðinni, yfirleitt voru bara ekki kýr í heiðinni. Það þótti sérstakt í Jökuldalsheiðinni og ekki síst á Háreysstöðum að sauðfé það var fært frá náttúrulega eins og alltaf var gert á þeim tíma sem heiðin var í byggð að fénaðurinn skilaði óvenju mikilli mjólk og hún þótti mjög kostamikil, það er að segja að það var mikill rjómi. Þannig að hún gaf að sér mikið af smjöri og þetta þótti svolítið sérstakt. Og einnig var stór ávinningur við búskapinn á Háreysstöðum eins og víðar í heiðinni að það var mikil silungsveiði. Og Gísli Jónsson, hann einmitt lýsir silungsveiðinni. Og þá sáum við allt í einu mjög sérstaka sögu. Í Háreystaðalandi eru mörg lítil vötn og hann lýsir því hvernig þeir veiddu í þessum vötnum og þeir notuðu bát sem var ekki þyngri en það að þeir gátu dregið hann á einum hesti á milli vatna. Og hann segir líka í þessari frásögn að það hafi verið sér fiskakyn í hverju vatni fyrir sig. Og besti silungurinn var úr svokallari skipatjörn. Síðan var líka fuglatekja. Þeir veiddu fugl, rjúpur og álftir og gæsir og hann lýsir þessu ágætlega, þannig að það voru ýmis hlunnindi sem þeir höfðu líka. Nú Háreystaðir fór ekki í eyði í Öskjugosinu 1875. Þá lagðist gríðarlegt öskumagn yfir Jökuldalsheiði og Jökuldal. Það var svo árið 1923 sem hætti að rjúka á Háreysstöðum. Og hérna blasir við okkur svo kölluð skipatjörn, langstærsta tjörnin þarna, vestan við Botnalækinn. Og það kallað Skipalækjarflói, hér meðfram Botnalæknum. Og síðan kemur hér grófið sund á milli Skipalækjarflóa og Sænutavatns og það kallast Skálarflói. Og svo auðvitað blasir Ánavatnið við og þar sjáum við, þar sem að það einna þrengst að horfa hérðan, þar Digranes og þar lágu mörkin yfir vatnið og í svokallaðan Skollavík eða Skotmannsvík og þaðan þvert yfir Skollaöldu eða Skotöldu og í Rúnastein sem þarna síðst við svokallaða Urðarhlíð sem vestan við Sænutarsel og svolítið klettabelti. Og þaðan voru svo merkin úr Rúnasteini hér út eftir Sænutafelli, það sem við kallað var svo Markalda og þaðan í Kvíslarós. Já, Sænutarsel byggðist úr landi Hákonarstaða 1843
Þar bjó lengst Guðmundur Guðmundsson frá 1907 til 1943 eða í 36 ár. Fyrst með fyrri konu sinni, Jónínu Guðnadóttur og síðan seinni konu sinni, Halldóru Eiríksdóttur. Mun enginn hafa búið lengur en Guðmundur á sama bíli í Jökuldalsheiðinni. Sæmundarsel fór í eyði 1943. Árið 1992 var bærinn endurbyggður og þar í dag starfrækt menningartengd ferðaþjónusta. Þar sem meðal annars hægt að gista í gamla bænum og sjá hvernig fólk til sveita í byrjun 20. aldar hafði það. Ég fædd 21. nóvember 1931 og á Sæmundarseli í rúmi sem ég hérna væri bara. Já, þá voru krakkarnir sem ekki voru konu að vinna aldrei, þá voru þau að leika sér og leikurinn var mikið við lækinn. Þar voru menn í vegagerð og svoleiðis og áttu svona eitthvað sem við kölluðu bíla. En þeir sem voru gáttu gert árið eitthvað, þeir fylgdu náttúrulega pappa bara í heiskapið. Þetta var bara sjálfsþurftarbúskapur. Því hér voru menn bara til að lifa af. Árið sem ég man, þetta eru náttúrulega 3 bæir hérna. Veturhús og hérna Sæmundarsel og Heiðarsel. En svoleiðis var menntunin háttað, það var strax á haustin, þá breyttist allt. Þá var farið að kenna okkur, fyrst var nú kennt að þekkja stafinn og svo að lesa og skrifa og reikna svona einfaldi reikning. Og það var gert hérna í eldhúsinu, eða þá uppi bara á kvöldi. Og svo fórum við inn í farskóla sem var nýra bara, skólinn var bara á einhverjum bæjum og ég fór til í Vaðbrekku fyrst þegar ég fór í skóla. Að ég fæddur í nóvember þá var ég ekki orðinn 10 ára þegar ég fór í skóla. Krakkar sem ekki átt að fermast þeir voru með 2 mánaða skólaskyldu. En krakkar sem átt að ferma 12 ára og eldri voru með 3 mánaða. Í veturinn sem við munum eftir hérna í heiðinni, ég og systkini mín, eru góður vetur og veðurfarslegan mælikvarði, það var góðæri. En lífsgrundvöllurinn hérna var náttúrulega silungsveiðin og það að fá í kindur sem en áttu voru vænar og kýrnar mjólkuðu sérlega vel því hér svo góður hagi fyrir kýr. Þær sækjast þetta haga eins og hér Votulandi. Og á byggðatímanum 100 árum fæddust hérna 27 börn og öll í baðstofunni náttúrulega, það ekki spyrjað því. Já, þá voru ágætt samskipti á milli fólks hér í heiðinni. Menn fóru svona á sumri ríðandi bara milli bæja, til þess að mamma átti alltaf reið þess sem hún reið á. En svo var náttúrulega reynt að halda uppi rútínu, hvern dag fyrir sig, Krakkarnir að gera eitthvað og fullorðið fólki að gera eitthvað og náttúrulega húsmóðurinn hafði alltaf nóg að gera eins og allir vita. Við það þetta búið til matinn heima og... Já, mín fjölskylda fór hérna sumarið 1943 og við fórum á bara miðjum slætti. Þá var mamma orðin heilsubil og pabbi gamall og þetta þótt ekki björgulegt að vera með krakka og gamalt fólk orðið lengur og svona stöðum. Og þá fluttum við hann á Jökuldal. Þetta lóðareldhús og hér var hangikjöti reykt á haustin þegar var við eldað slátri í lóðunum en lóðurnar sneri þá svona. Og hér var náttúrulega allstað dyrabúnaður milli hérna til mér búrið, það ekki verið að þetta opið svona inn í, því reykurinn átti ekki að fara nefn bara á það sem það var. Þetta fjósi og hér voru 2 kýr, það sem ég man eftir að við vorum svo mörg hérna. Það var 7 manna fjölskyldu og krakkarnir voru 5 og það þurfti 2 kýr, það mátti aldrei vera mjólkurlaust. Önnur kýr höfð vorbær og hinn haustbæra. Þetta hérna hesthúsið og það tók 4 hesta. Og hérna var mjólkin geymd og allur mjólkurmatur og súrmatur. Tunnurnar voru hérna, það voru 3 tunnur hérna, slátur í og súrmatur í. Og hérna var strokkurinn. Hann var svona, strokkurinn var svona en ekki svona. Svona strokkur var hvergi til þeim á veturhúsi. Þar var svona strokkur til. Og hérna var bekkur bara í saujar og hérna var matur geymdur frá yfir daginn svona, milli mála.
Já, og búrið var það geymsla sem ekki mátti frjósa í. En hér getur hann komið 20 þegar frost og yfir. Og ef að það kom þá sáuður á tunnun og þá ætlaði að fara að mora á hana sem kallaði. Þá fór pappar með hrút á það í horninu og hérna sést jatan ennþá sem hann borðaði úr. Þessi steinn er jarðfastu og þeir mokaði bara moldina frá honum. Og hann var bara bundinn hérna einhvern veginn yfir í vegg. Hann kunni ágætlega við síðan. Rangárlón, það byggðist úr landi Möðrudals 1843. Líklegt má teljast að ástæðan fyrir vali býlisins hafi verið sú sama og á Sænudalsseli. Það er að segja fiskur í vatni og graslendi gott, en að nokkru leyti mun það hafa ráðið að býlið var við alfara leið yfir heiðina og bæir komnir á báðar hendur, þótt löng leið væri að vísu til Háreksstaða. Rangárlón var í byggð til 1923. 1893 flutti þangað Eyjólfur Marteinsson og kona hans, bláfátækt fólk úr Eiðaþinghá, og lýsingin er til af því hvernig að búnaði þeirra þegar þau fluttu norður, og þau áttu 20 kindur, eina kvígu, einn hest, þurfti að fá lánaðan annan hest, ekki þurfti nú meira undir húsbúnaðinn, hann komst upp á 2 klyfjahesta og sjálf gengu þau. Og eins og ég heyrði í söguna þá bjuggu þau á Rangárlóni í 11 ár og þeim gekk mjög vel búskapurinn. Eftir þessi 11 ár þá kaupir Eyjólfur næststærstu jörð á Íslandi sem er brú á Jökuldal. Þar bjuggu þau farsælubúi og urðu sterk efnað fólk, keyptu svo Mjóanes í skógum á Héraði og bjuggu þar til æviloka. Og ég hef þessa sögu eftir Ingibjörgu Jónsdóttur, nágranna konu minni á Vaðbrekku í Hrafnskjærstall, en hún lýsti mjög vel búskaparháttum þeirra á brú sem voru mjög sérstakir. Fyrir það sakir að þau hvað þau voru aðhaldssöm og komust vel af þess vegna. En varðandi Rangárlóna þá er nú sagan ekki öll, því að þar styrkti ríkið búsetu síðustu árin sem þar var búið, og til þess að vegna póstsamgangna og sem var svolítið óvenjulegt, og síðan eftir það fer í eyði að þá hófu nú ungir jökuldælingar höndlun á þessum stað. Þeir settu upp skúr og byrjuðu að versla með gos og nammi og sumir segja brennivín, og þeir höndluðu þarna í nokkur ár og urðu nýríkir menn á þeim tíma. Gestreiðarstaðir byggðust úr landi Möðrudals 1843. Jörðin er talin vera fornbýli og mun leiðin norður í land hafa legið þar garð, og er álitið að þar sé að finna ástæðuna fyrir hinu sérstaka og skemmtilega bæjarnafni. Bærinn stóð nær miðja vegu milli bæjanna Skjöldólfsstaða og Grímsstaða og því sjálfsagður viðkomustaður póstsins, og þeirra ferðamanna er þar áttu leið og önnur leið lá Gestreiðarstaðaskarð til Möðrudals. Frumbingjarnir, ung hjón, Andrés og Una, voru búin að bíða lengi eftir að fá jarðarábúð, og úrræðið eigðu þau þegar Jökuldalsheiðin tók að byggjast. Eini úrkosturinn var að stofna þar nýbýli. Til þess völdu þau Gestreiðarstaðadalinn. Þau bjuggu þar í 20 ár eða þar til Una andaðist. Eftir það kom tími tíðra ábúendaskipta, en Gestreiðarstaðir fór í eyði árið 1897 og eftir standa tóftir og leifar af Grónutúni og sérkennilegt bæjarnafn
sem hreyfir svo sannarlega við ímyndunaraflinu. Já, veturhús byggðist úr landi Hákonarstaða og hét áður Barð. Það byggðist 1846. Nafninu var þó fljótlega breytt í veturhús og bærinn var fyrst byggður á vesturbakka Krókatjarnar síðar var nefnd Veturhúsatjörn í 554 metra hæð. Vegna uppblásturs eftir Öskjugosið var bærinn fluttur á austurbakka Veturhúsatjarnar og stóð þá 2 metrum hærra. Veturhús voru í byggð til 1941 en voru þó í eyði frá gosinu 1875 fram undir aldamótin 1900. Anna Einarsdóttir frá Slíum í Skaftafellssýslu keypti veturhús 1924 og Bjarni Þorgrímsson var vinnumaður hjá henni. Anna deyr 1934 en var áður búin að gefa Bjarna jörðina. Það kom síðar í ljós að sá gjörningur var ekki löglegur. Bjarni flyst síðan frá veturhúsum 1941 og eftir það bærinn ekki byggður. Anna á veturhúsum hafði verið vinnukona alla sína ævi og komin orðin 60 þegar hún keypti veturhús. Þá voru hún að koma sunn úr Skaftafellssýslu til að sitja stað á sinni jörð. Hún stoppar á Hákonarsstöðu, þar kannski eina nótt eða einn dag og það var staddur bara maður gestkomandi sem hét Aðalsteinn Jónsson á Vaðbrekku og var lengi bóndi á Vaðbrekku og Vaðbrekkukrakkarnir eru öll út af honum. Og hann var svona spaugsamur maður og fór að tala við Önnu, segir við hann, Anna mín heldur það sé nú björgulegt og þú farir að búa í heiðinu og hrúa niður börnum þar. Þá þegir Anna við svoleiðis stund þangað til hún segir, Aðalsteinn minn, það nú ekki mikil hætt á því, ég nú komin á 70 aldur og Bjarni minn eins og sauður. Hér á leiðinni frá Hákonarsstöðum og Víðirhóla þá farið fram hjá svokölluðum Hundsmel en það örnefni var þannig til að Bjarni Þorgrímsson á veturhúsum átti ágætan smalahund en hann dó hér við þennan mel. Hann hafði lent í eitri, það var verið að eitra fyrir tóur og þar bar hann beinin og Bjarni sýrði mjög hundinn sem skiljanlegt því að það var mest að þarfa þing á fyrir tíð að eiga góða hunda. En það var gerð smá staka þetta og hún á þessa leið. Ég átti einn vininn, hann fór burt frá mér, hann fórst á eitri, því ver, en samt Kristbjörg og kýrin hjá mér og kindur ýmsar sem betur fer. Og svo talað þetta Mýrasund sem við nú stödd í að það sé kallað hundasund í sambandi við þetta örnefni hér. Við erum stödd hérna á hjá svokallaðri Víðirhólarétt. Það var skílarétt sem var byggð að því talið svona aldamótin 1900 og hún var víst notuð hér í heiðinni alveg fram til þess að byggð var skilarétt á Hákonarsstöðum. Það var 1922. En býlið Víðirhóla lögðust í eyði rétt eftir aldamótin 1900. Þannig að það var nú ekki búið nema skamman tíma á býlinu meðan eftir að réttin var fyrst byggð. En að öðru leyti hefur maður nú ekki miklar heimildir þessa rétt. Já, við erum stödd hérna á Víðirhólum í Jökuldalsheiði sem var eitt af heiðarbýlunum og þetta í Hákonarstaðalandi hinu forna. Þegar að byggist hér á Víðirhólum á 19. öldinni fyrst, þá það 1846
og þá nefnist þessi staður Víðirdalssel og en síðan ávallt Víðirhólar kallað, enda greinilega gamalt og fornt nafn hér. Þá kemur hér Bjarni Rami Rustikusson og kona hans Arnbjörg Einarsdóttir. Þau bjuggu áður í Víðidal á Efrafjalli og þar voru þau þegar Kristján fjallaskáld var að fara af Neðrafjalli með ásamt fleira fólki til kirkju í Möðrudal og þau áðu þarna í Víðidal. En þá var nú Kristján orðinn svo drukkinn að hann þoldi ekki á baki þegar átti að halda áfram til Möðrudals og þau hjónin báru hann inn í bæ. En þá gerði Kristján þessa vísu Bjarna. 18 hrossa afl sem ber, úr honum fossar mælskan sver, ægis glossa gildur ver, í galsa blossa og trilling fer. En hann setti þarna í vísuna orðatiltæki Bjarna. Hann talaði 18 hrossa afl, galsa blossa og trilling og var mjög lýsingar orðagjarn maður. En þau bjuggu hér nokkuð lengi, Bjarni Rami og Arnbjörg. Hún dó hér á Víðirhólum 1873 en hún var grafin í Möðrudal. Við öskufallið 1875 þá hraktist Bjarni niður í Hákonarstaði og hann fór ekki með Hákonarstaðafólki sem allt fór til Vopnafjarðar, heldur hokraði þarna á Hákonarstöðum. Síðan eru Víðirhólar aðeins í eyði eftir öskufallið, en svo kemur hér í Víðirhóla Jón Kristján Sigurðsson og Jakobína Sigfinna Pétursdóttir og þau bjuggu hér alveg til dauðadags Kristjáns. Hann dó held ég 1898 og Jakobína og sonur þeirra Pétur, þau héldu hér áfram búskap stuttan tíma eftir að Kristján dó, en fóru svo héðan og að Brunahvammi í Vopnafirði. Þar var vinnumaður hjá þau sem að Þorsteinn Þorbergsson, sunnlenskur maður, en þessi Þorsteinn hann stamaði mjög mikið, en hann hafði verið að lýsa því að Jakobínu fannst allt vera gjörsamlega ómögulegt á Brunahvammi miðað við hér á Víðirhólum og meiri segja vatnið líka ónýtt, en það er alveg sérstaklega gott vatn, það talið er á Brunahvammi, svo sem eins og reyndar hérna á Víðirhólum líka. En svona var það hjá Jakobínu gamlu, það var allt ómögulegt á Brunahvammi en allt gott á Víðirhólum. Svo var stopul ábúð hér og lagðist svo í eyði skömmu eftir aldamót 1900, líklega 1904 eða 5. Þá lauk búsetu hér. Hérna austan við, þá átekum við Hneflaselslandið. Við sjáum hérna á Hneflasel, það er þarna norðan, undir Hneflinum, ytri Hneflinum. Og það er Ánavaðsalda sem við sjáum þar svo norðan við og Stóra Svalbarð þarna í austri, gnæfir þar upp. Og svo heitir það Hneflaskarð á milli hneflana. Og þetta Hneflaskarð lá leið Eiríksstaðamanna í gamla daga til kirkjunnar í Möðrudal. Það var farið hér hjá Heiðarseli og hér norður yfir fjallgarðana ef menn fóru á hestleiðina sem kölluð var. Og þarna fremri Hnefillinn og svo Þverárvatnið, sjáum á það hérna. Hneflasel byggðist úr landi Eiríksstaða á Jökuldal 1847, 3 kílómetra austur af Heiðarseli og stóð í 575 metra hæð.
Oddur Sæbjörnsson hafði lengi verið beitarhúsasmali á Eiríksstöðum, líklega á hálsi og fengist við refaveiðar í Boga. Hefur hann sennilega fengið að byggja upp býlið fyrir langa og trúa þjónustu. Og hann bjó þar með ráðskonu sinni til 1860 en þá fluttust þau aftur að Eiríksstöðum og vistuðust til æviloka. Hneflasel var í byggð til 1875 en fór í eyði við Öskjugosið og byggðist ekki aftur. Melur eða Melar eins og þau hétu fyrst byggðust 1848. Það var nokkuð óvenjulegt með upphaf byggðar á Mel að þau töldu frumbýlingar að þau væru að byggja í almenningi. En annað vildu meina presturinn og Hofi og Dvergasteini. En þeir sameinuðust það að fara í mál við frumbyggjana og unnu það. Og eftir það þá þurftu þau að leggja til kirkjunnar 2 kindur í leigu og 5 kíló af mör, 5 kíló af ull minni mig og ætli ekki 12 kíló af mör líklega. Það var eitthvað nálægt því og sem afgjald fyrir jörðina og ári. Og var náttúrulega svolítið þung byrði á sínum tíma. En sú saga hér að 29. janúar 1894 fór Sigurbjörn bóndi á Mel eftir mjólk yfir í Háreksstaði en kona hans, Guðlaug og 2 börn urðu eftir heima. Hann stoppaði stutta stund á Háreksstöðum áður en hann dreif sig heim aftur. Og þegar ábúendur á Háreksstöðum töldu að hann hlyti að vera hálfnaður á heimleið gerði slæmt veður með snjóbyl og ábúendur á Háreksstöðum töldu þó líklegt að hann hefði náð heim. Guðlaug kona Sigurbjörns var mjög áhyggjufull þegar veður versnaði svo skyndilega og vissi að líkur voru á því að maður hennar væri einhvers staðar á milli bæjanna. Þó vonaði hún að hann hefði ílengst á Háreksstöðum vegna veðurútlits. Þegar veður tók að lægja ákvað hún að fara yfir í Brunahvamm eftir hjálp. Og hún sagði börnum sínum að bíða róleg og ekki vera áhyggjufull þó hún kæmi seint heim. Eftir stuttan gang frá bænum sá hún hund þeirra hjóna þar sem hann sat hjá líki Sigurbjörns sem hafði þá orðið úti. Hún fékk sig ekki til þess að fara til hans og fór í Brunahvamm eftir hjálp, þar sem hún kom seint kvöld, aðframkomin af þreytu og angist. Daginn eftir þegar ábúendur Brunahvamms ásamt Guðlaugu kom að Mel, sat 6 ára sonur Guðlaugar með 2 ára systur sín í fanginu og hughreysti. Guðlaug, börnin hennar og búsmali voru flutt í Brunahvamm og í 3 ár bjó enginn á Mel, en þann 8. maí 1894 fæddi Guðlaug litla stúlku sem fékk nafnið Sigurbjörg. Hún varð síðar húsfreyja á Hauksstöðum í Vopnafirði. Og Melur var á búð í 56 ár, fyrir utan örfá ár sem býlið var í eyði. Í einhver ár voru 2 býli á Mel, jörðin var nokkuð góð bújörð og gáfu heimaharnir nóg hey fyrir eina kýr og nægt gras til slátta. Í dag stendur leitarmannakofi á Mel fyrir þá sem smala Tunguheiði eða semst leitarmannakofi á vegum Vopnafjarðarhrepps. Bærinn Fagrakinn byggðist úr Möðrudalslandi 1848. Bærinn stóð sunnan við Hölkná og 1 kílómeter vestan við núverandi veg út í Vopnafjörð.
Það var fallegt útsýni af bæjarstæðinu en því var valinn staður með tilliti til þess að taka grjót og mjög nálægt grjótöldu en fagurt útsýni. 1875 fer bærinn í eyði og eftir það eyðist þetta land mjög illa af uppblæstri og nú ekki svipur hjá sjón miðað við það sem þá var. Já, eftir Öskjugosið 1875 þá fluttu margir úr heiðinni og svo áfram til Ameríku eða Kanada. Og margir af þessum afkomendum þeirra sem fluttu vestur haf hafa komið að skoða uppruna sinn og svo hefur gert fólk sem hefur komið og skrifað í gestabók í Fögrukinn þar sem þau taka fram að langa við þeirra hafi fæðst á þessum bæ. En svona eru nú margar örlagasögur þessara heiðabíla að fólkið eftir 1875 mikla öskufall þá flutti fólk til Vesturheims. Hér erum við stödd í Grunnavatnslandi og sjáum hér út í Sændaselslandi og það er náttúrulega Sændavatn og Sændafellið sem reyndar nú mjög litlu leyti í Sændarselslandinu, það nú aðallega í Rangárvallalandi og Urðarhlíð blasir hér við okkur, smá klettabelti hér við Flóasundið sem hér heitir Hálsamýri og nær hér alveg inn að svokölluðum Svínabúðalæk og við vesturendan á Urðarhlíðinni, þar upp í Grónulandi einn steinn, stakur sem kallast Rúnasteinn og þar eru merkin semst á milli Grunnavatns og Sændasels og svo hér beint á móti okkur handan við flóan þarna sem það heitir Háfsvatnsalda eða svo kallað í dag og svo náttúrulega fjallgarðarnir þar á bakvið og þangað nær Grunnavatnslandið á austari fjallgarðinn. Við sjáum hér í flóanum svolítið tjörn sem víst var kallað Grunnavatn en það hefur verið að minnka með árunum og bæjarstæðið við suðurendan á þessu Grunnavatni og úr því fellur lækur fram í Ánavatn sem kallast Netselslækur en landi Grunnavatns náði á Búrfellið sem þarna vestan við Búrfellsvatni sem hér blasir við. Og þaðan var það í svokallað Svartagil í fjallgarðinum sem við sjáum ekki hérðan en úr Búrfellinu voru svo merkin þvert yfir vatnið og hér austur í krókinn á Netselslæk. Grunnavatn byggðist úr landi brúar 1853 og í 585 metra hæð. Og bæjarstæðið óvenjulegt að því leyti til að það stendur á bersvæði en venjulega reyndu menn að staðsetja bæina í einhverju skjóli. Og byggingar á Grunnavatni voru mjög sérstakar að því leyti til að þar var innangengt úr bænum í öll útihús nema líklega hesthús. Það var því hægt að sinna kúm og kindum og jafnvel hestum án þess að fara nokkuð tíman út úr bænum nema til þess að sækja vatn. Og mjög sérstakt var að þar var mjög stór heilhlaða fyrir allar skepnur og var talið að hún tæki 400 hestburði og ég efast að það hafi verið svo stórar hlöður á þeirri tíð bara í Jökuldalshreppi öllum. En síðasti ábúandi á Grunnavatni var Björgvin Grunni sem kallaður var. Grunnavatn fór í eyði 1923. Það var nokkuð frægt þegar hann var jarðaður. Það gengu af því ansi sérstakar sögur á Jökuldal þegar ég var að alast upp allavega. En sem betur fer að þá var Hákon Aðalsteinsson, nágranni minn, hann skrifar í bókina Glott í Golukaldan. Þar skrifar hann mjög
greinargóða lýsingu af jarðarförinni, að vísu breytir nöfnum á bændum og húsfreyjum á dalnum og að þessi frásögn heitir Af jörðu ertu komin. Þar sérstök lýsing á hvernig presturinn afgreiddi þessa jarðarför og ræðan sem hann hélt, en hún ekki alveg í takt við það sem ég heyrði, en Hákon klæðir hann í mjög skemmtilegan búning, þar sem að meðal segir að sál hans hafi verið fokmold og það hafi aldrei gróið neitt upp úr því flægi sem moldin kom úr, en hann var einhleypur maður og allt eftir þessu. Semst að bara lesa bókina, glott í golukaldan og af jörðu ertu komin. Þá erum við að horfa hér yfir Hlíðarenda, bílið, það sem glúkir þarna norðan við Hólahrygginn og þar sem sagt til norðurs hæð sem kallast Skollagrenisás og þetta kallur Hlíðarendakvísl, þetta vatnsrennsli sem kemur hér vestan úr það sem líklega voru kallaðir ytri botnar og á vesturmörkum þar merkin við Ármótaselslandið og Sænutaselslandið. Svo kemur Skjaldklofi hér til austurs og síðsta fellið á fellahlíðinni og nær okkur Skjaldklofaflói, mikið flóaflæmi sem vestan við Skjaldklofan. Bærinn Hlíðarendi byggðist 1853 og stendur í 528 metra hæð. Hann byggður á rústum Arnórsstaðasels, en bærinn stendur rétt vestan í eða norðvestan í Lönguhlíð og af þeirri hlíð dregur bærinn nafn og rétt vestan við Skollagrenisás. Og ábúendaskipti á Hlíðarenda voru tíð og stundum voru þar 2 ábúendur samtímis. Hlíðarendi var í alfaraleið nyrðri leiðin, svo kölluð, þau 18 ár sem hann var byggður og áttu ferðamenn þar athvarf ef þörf var á. Og bærinn fór endanlega í eyði 1872. En það til sérstök saga af þessum bæ sem tengist þessum bæ, en árið 1891 var maður að nafni Marteinn Gíslason á leið frá Vopnafirði að brúa á Jökuldal. Hann lenti í snjóbil og þegar hann óvænt rakst á húsatættur ákveður hann að hvíla sig stund. Hann áttar sig á að tætturnar muni vera á Hlíðarenda. Og hann telur sig ekki hafa sofnað en þykir þó að til hans komi maður sem ávarpar hann og segir honum að halda áfram ferðinni í stað þess að liggja hér og sofa. En við þetta rís Marteinn upp og heldur áfram ferðinni og kemst heim að brú kvöldið. Þegar Helga Sigmundsdóttir heyrði sagt frá fyrirburði þessum og heyrði lýsingu Marteins af manninum, varð henni að orði: Þetta hefur verið hann Fúsi minn. En maður hennar, Sigfús Pétursson, lést á Hlíðarenda árið 1870 og hefur þess vegna líklega stjakað við Marteini þegar hann var að sofna. Við erum hér stödd í Ármótaselslandinu í svokallari Lönguhlíð og hérna til norðurs eru Bjarnatorfur kallaðar og sagt að sé kennt við Bjarna Þorgrímsson sem bjó á Ármótaseli stuttan tíma einu sinni og síðan sjáum við hér Lönguhlíðarlæk sem hérna meðfram Lönguhlíðinni, endilangri. Við sjáum hér út á Lönguhlíðarendan, Melahrygginn þarna fyrir norðan Bjarnatorfur
og svo kemur Lönguhlíðarflói hér alveg endilangt meðfram Lönguhlíðinni sem nær hér lengst inn og suður og þar norðan við kemur Skjaldklofaflói. 2 vötn eru þarna í áttina Skjaldklofa og þar lá gamla kaupstaðarleiðin á milli vatnanna. Hér móti okkur náttúrulega bar sig við Skjöldólfsstaðahnúkur en svo ef við færum okkur lengra þá er Ármótaselið í þessa átt. Gamli vegurinn gekk hérna frá Lönguhlíðinni og beint niður í Ármótin en það heita hæðir eða Álftavatnshæðir sem að blasa við svo handan við Víðidalsána en Ármótaselslandið nær að Víðidalsá. Upphaflega var Ármótasel frá Arnórstöðum á Jökuldal og stendur í svokallaðri Gilsárkvos þar sem að koma saman Gilsá úr norðri og Víðidalsá úr suðri og þarna er skjólsælt, þetta er í 500 metra hæð yfir sjó og þótti eiginlega mjög góð jörð miðað við þessar jarðir yfirleitt. Það var mjög stutt til byggða. Bærinn var rifinn 1945. Það er dálítið sérstök saga sem fylgir Ármótaseli að því leyti til að það eru sagnir að kvenfélagsfundur hafi verið haldinn að Ármótaseli. Ekki virðist vera til skriflegar heimildir fundinn en hann mun trúlega hafa farið fram á búskapardögum síðustu ábúenda. Ber það vitni sóknarhug og framsýni að konur skyldu hafa komið saman á einu heiðarbílana til að ræða framfaramál. Hérna erum við að horfa yfir smá hluta af Heiðarselslandi. Heiðarselsbýlið blasir við hérna beint upp af pollinum sem er framan við Ánavatn. Við sjáum þarna í Ánavatnsendan. Gamla nafnið á þessum hrygg hérna hefur verið Ánavatnsháls en líklega kennt við bæinn þegar það var búið að byggja hér upp. Og þessi flói hérna minnir mig vera kallað Bæjarflói sem er hérna vestan við bæinn. En næst okkur hérna er svokallaður Svínabúðalækur. En land Heiðarsels náði á milli Svínabúðalækjar og Netselslækjar sem er hér fyrir norðan. Þessi Svínabúðalækur kemur hérna úr flóadrægi sem hét Gyltuteigur. Og þetta bendir á að hér hafi verið svín sem húsdýr hér. Þeim í heiðinni þótti þau ekki vera einangruð þó þau væru þarna lengst upp á Jökuldalsheiði. Það var notað hvert tækifæri til þess að fara niður á dal, fara til kirkju, jafnvel á böll á Skjöldólfsstöðum eða heimsækja frændfólki sem bjó niður á dal. Það var mikill samgangur á milli bæja upp í heiðinni og inn á heimilinu var einnig mikið lestur og ljóðalestur systkinanna í Heiðarseli. Þannig að þeim leiddist aldrei. Heiðarsel byggðist 1858 og stóð sunnan í Ánavatnsöldu við Poll, sem er vatn við suður enda Ánavatns, í landi brúar í 553 metra hæð. Á Heiðarseli er víðsýnt og fagurt bæjarstæði. Heiðarsel er á margan hátt góð jörð með grasgefnar engjar og silungsveiði í vötnum en snjóþungt eins og öðrum heiðarbýlum. Það var ekki búið á Heiðarseli frá 1875 til 1898 en frá þeim tíma voru nokkrir ábúendur þar til 1912 þegar Guðjón Gíslason frá Hafusá og Guðrún María Benediktsdóttir frá Hjarðarhaga fluttu þangað. Þau bjuggu þar í 34 ár. Það fer ekki hjá því að á svo löngum búskapartíma skiptist á skín og skúrir, bæði í verðlagi og tíðafari. Á þeim tíma gengu yfir 2 heimsstyrjaldir og heimskreppan og þó afskipta væri í heiðinni höfðu þessir atburðir áhrif á verðlag, afurða og aðfanga. Heimilið var orðlagt fyrir gestristni, glaðværð og góðvild.
Börn þeirra Guðjóns og Guðrúnar voru skáldmælt. Einar og Hallveig gáfu út ljóðabækur og mörg kvæði eftir systur þeirra hafa birst í blöðum og tímaritum. Mamma talaði mikið Heiðarsel og átti margar góðar minningar og skráði margt niður og vildi ekki að þessar minningar myndu gleymast. Hún talaði til dæmis mikið álftir sem að þau ólu, hrafn sem að þau höfðu heim á bæ og síðan bara engjarferðir, leitað hestum, fráfærur. Þetta var allt svona eins og draumaheimur hjá henni. Heiðin var harðbýl en fólkið bjargaði sér. Það var veiddur silungur og hann var náttúrulega notaður nýr á meðan hægt var. Síðan var saltað og reykt og borðað allan veturinn. Og meiri segja var stöku sinnum veitt í gegnum ís á veturna til þess að ná sér í nýjan og góðan silung. Heiðarsel var síðasta býlið sem fór í eyði á Jökuldal árið 1946. Með því lauk 100 ára byggðasögu heiðabýlanna. Háls byggðist 1859, líklega kennt við Búðarháls í Jökuldalsheiði, stóð norðaustur af Hneflaseli. Talið að áður hafi verið þar sauðahús. Háls lá í 594 metra hæð, hæðst býla í heiðinni og hefur sennilega verið það býli á Íslandi sem var hæst yfir sjó. Það þótti mjög áveðurs og 1860 fluttu þangað Björn Árnason frá Sævarenda í Loðmundarfirði og kona hans Hildur Bessadóttir frá Giljum á Jökuldal. Þeim varð 4 barna auðið sem dóu öll í bernsku nema Stefán fæddur 1853, hann náði fullorðinsaldri og flutti til Vesturheims. Hildur dó í heiðinni 1863 og fljótlega flutti ekkillinn burt og þar með féll býlið úr ábúð. Munnmælasagnir herma að hún hafi orðið úti undir konusteini í Svalbarðshálsi. Steinn þessi áberandi í melnum í Svalbarðshálsinum vestur af Víðirhólabænum á milli hans og Gripdeildar. Bærinn Hólmavatn byggðist úr Skjöldólfsstaðarlandi 1861. Aðeins var búið á Hólmavatni í 1 ár. Ástæðan fyrir því að búskaparsagan varð svona stutt getur verið margþætt en þó kannski sérstaklega vegna þess að það var langt til allra bæja og þannig að bærinn var mjög einangraður og síðan kannski margir aðrir þættir sem að spunnust inn í það. Á þessum bæ var svo sem margt svipað og annar staðar í heiðinni, menn gátu lifað af silungi, heyskaparlönd voru þarna næg, það er fallegt, þó menn lifðu nú ekki á því, það var fallegt bæjarstæði, þannig að heiðin gaf, en hún var líka fljót að taka ef menn áttu ekki nóg hey og ekki nógar birgðir. Þannig að þetta er svona þessi stutta búskaparsaga. Lindarsel var byggt úr landi Skjöldólfsstaða 1862 og var síðasta býlið sem reist var í Jökuldalsheiðinni. Á Lindarseli er víðsýnt og vinalegt, vel grösugt og sæmilegt beitiland. Lindin sem gefur býlinu nafn rennur steinsnar frá bænum sunnan undir bæjarhólnum.
Fyrstu og einu ábúendur voru Guðmundur Hallgrímsson frá Skörðum í Reykjahverfi og Lovísa Dórótea Jörgensdóttir Kjerúlf frá Brekku í Fljótsdal. Lovísa var fertug þegar þau hófu búskap á Lindaseli en hafði áður meðal annars verið í Kaupmannahöfn að læra hannyrðir og kom þaðan með fyrstu prjónavélina sem kom til Austurlands. Á Lindaseli fæddist dóttir þeirra Ólöf Dórótea 4. ágúst 1862. En 17. febrúar 1863 dó móðir hennar. Eftir lát konu sinnar var Guðmundur laus við og á ýmsum stöðum. Hann fór seinna í siglingar. Lindasel var því aðeins í tæpt ár í ábúð. Ólöf Dórótea, dóttir þeirra, giftist Páli Guðmundsssyni, bónda í Firði í Seyðisfirði. Þau fluttust til Vesturheims og eiga þar afkomendur. Nú verður fjallað nokkur býli á Vopnafjarðarheiðinni. Flest þeirra eru talin hafa verið byggð upp töluvert áður en byggð hófst í Jökuldalsheiði og Foss var í ábúð ári lengur en Heiðarsel. Nú erum stödd hérna núna á Fossi í Hofsódal, eða við hefum kallað Fossdalur ef kemur hérna undir, þetta hérna við Hofsá og já, má kannski segja fyrsta heiðarbýlið utanfrá ef við sleppum skor og þetta var allavega lengst í byggð. Hérna getið að sé byggð allavega kringu 1670, eða það var í eyði að vísu þá. En hefur verið byggð fyrir þann tíma. Þetta útbýli frá Burstarvelli og skor var það reyndar líka sem eðlilegt Og þetta meir og minna í byggð eftir það til 1947, þegar síðustu ábúendurnir fóru. Ég svo sem þekki ekki, en frægastir nú sennilega ábúendurnir sem voru, sem getið í Heiðarhamni, þá sér náttúrulega búið að breyta nöfnunum, sem þá Bergljót og Þórður, hérna maður hennar. En þeir afkomendur sem ég þekkti voru náttúrulega afkomendur þeirra, sem voru Stefán og Jakob. Nú hérna gerðist ýmislegt svona, eins og við sjáum nú ef við skoða hérna, þá var þetta náttúrulega slegið allt saman sem núna allt á kafi í grasi og það kom nú fyrir að þegar það var hleypt út á vorin að þá tóku kálfarnir kannski sprettinn hérna út á niður og fyrir fossinn. Ég spretti með steinum. Einhvern tímann kom Þórður bóndi með hverfistein og tók af hérna á hlaðinu og þá fóru nú börnin að skoða og hann var settur upp á rönd og hann var ekkert notaður eftir það því hann fór eitthvað hérna út á niður og jána eða fyrir fossinn. Það var svona ýmislegt svona sem gerðist á þessu, en ég veit ekki til þess að hafi orðið slys á fólki hérna. Þó við ábýlum við þetta gil og ána hérna. En svo þessi rúst hérna byggð, þessa steypan gerð eftir sem sagnir segja í kringum, gerð 23 og það var náttúrulega búið að vera með aðdrætti og annað og svo þegar það átti nú að fara að byggja þá fundust ekki naglarnir og Þórður bóndi mátti nú gera svo vel að fara út á Vopnafjörð og sækja nýja nagla en þeir fundust þetta í árið eftir í reknirunni í brekkunni hérna ofan og krakkandi fara að leika sér að það. En kannski hérna skemmtilegasta sagan satt sem var hér gerðist hérna, þá voru þeir með hrútakofa hérna einhvers staðar og var búið að taka hrútana, ætlaði ekki verið í nóvember, desember eitthvað svolítið og hérna einhvern tíðan þegar þeir ætlaði að fara að gefa þá einn hrúturinn farinn og með inn á stóðina með sér og þeir röktu slóðina hér út brekkur og út hjá skor og áin var úr ís og þá var bjó nú Stefán Jónsson sem kallaði Stórval seinna á Einarstöðum og hafði féð sitt á tungunni inn á Steinvarðartungunni og hrúturinn hafði fundið spöng á ánni og hann var kominn saman við rollundar hjá Stefáni þegar með stóðina í eftirdegi. Þetta var, menn skemmtu sér við svona sögur. En þetta var harðbýlt ef því var að skipta erfitt við aðdrætti. Þeir komu ofta ofan að heiðinni, fóru inn heiði eða þá komum við hérna austanverðu. Því að það var ofta hérna á norðan var ófært í gegnum sniðin.
vegna bara hálku og snjó. Það kom nú einu sinni fyrir slys sem að þá var Jakob, síðasti ábúandinn hérna, hann var að koma með og kaupstaðu utan á Vopnafirði og var að fara í gegnum Eitrisniðinn. Þá rann hrossið sem hann var með undir klyfjum til á Svellbukka og fyrir klyfina og niður í á og fótbrotnaði og þurfti að lófa því. Önnur klyfin í ána og sást ekki meir. Nú, sambandi við veiði hérna, þá er náttúrulega hlunnindi hérna fyrir ána en það er nú svona í sögnum, bæði í Vopnafirði og víðar, þá eins og menn hafi ekki haft veiðarfæri. En ég veit að síðustu ábúandirnir, þeir veiddu hérna í fossinum og þá voru þeir með, það var þannig að þeir hafði komið fyrir keng í Östurbakkanum og þar settu þeir bandið að kaðal í gegn og lögðu svo netið svona ská eftir hylnum og drógu svo, þetta var tvöfall sko, þannig að þeir gátu dregið fram og tilbaka og drógu í land á eyrinni sem er hérna megin og einhvern veginn klaugröðust þeir nú upp úr gílinu, það var nú sjálfsagt spottaði einhverju sko. Nú varðandi skólagöngu þá var þetta náttúrulega farskóli á þessum tíma og stutt skólaganga hjá krökkum, voru kannski mánuð sem var maður, 1 eða 2 mánuði í senn, kom kannski 2 svar á bíli og svo var, ef það var styttra milli bæja, þá var farið á næsta bæ eða svo meir en það var hérna, ég hef til dæmis hérna inn frá þetta, kendu þeim bara sjálf krökkunum fyrst til að byrja með. Þannig til eldust, þá fóru þau svona brot úr vetri. Ég heiti Unnar Erlingsson og langamma mín og langafi, þau voru ábúendur í Brunahvammi árið 1917 til 1922. Ég kom fyrst í Brunahvamm árið 1991 þegar haldið var ættamót í Vopnafirði með Teigsfólkinu og ég kom þangað í fyrsta skipti þá með allri fjölskyldunum, stórfjölskyldunum að segja og þá stóð bærinn að stórum hluta. Það var, mér minnist þetta, var hægt að ganga inn í hann og ég sá þarna nokkra svona innanstokksmuni, sá rúm sem var alveg afskaplega lítið og ég hugsaði að mikið hefur nú verið gott að kúra þarna. Og síðan hef ég nú reyndar ekki komið oft en maður keyrir náttúrulega þarna framhjá í hvert skipti sem maður fer til Vopnafjarðar og núna bara síðast í sumar kom ég þarna aftur með börnin mín og alveg einstaklega gaman að geta eiga þessa tengingu, að geta sagt börninu sínu frá því bara að amma okkar eða amma mín sem er ennþá lifandi, að hún fæddist þarna. Og sögurnar sem að langamma á og hefur skrifað, þær náttúrulega hef ég aðgang að og les reglulega og bara að þetta skuli vera svona nálægt manni, er eiginlega alveg magnað. En Brunahvammur var hjáleiga Burstarfells, fylgjujörð og lengst af í eigu Burstarfells bænda. Fyrrum var bærinn nefndur Brúnahvammur og þá kenndur við hálsbrúninnar ofan við bæinn, en nú á annað 100 ár hefur tíðkast að kalla hann Brunahvamm með vísan til fellsins Bruna sem stendur í Tungnaheiði handan Hofsár gegnt bænum. Brunahvammur þótti ágætis jörð að fornu fari. Sumarbeit góð, nægt og grasgefið slæjuland en sumt nokkuð langsótt. Þetta ásamt erfiðri fjárgeymslu gerði jörðina mannfreka og má furðu gegna að einsetumaður hafi búið þar líkt og Gissur Gissurarson gerði á fyrri hluta 19. aldar. En sögu 23 ábúenda Brunahvamms lauk árið 1945. Meðal ábúenda voru frábærir hagleiksmenn eins og Þórður Guðmundsson sem var snillingur í smíði og útskurði og Páll Jánsson, söðlasmiður, sem síðar bjó á Mælifelli. En orðsins list átti einnig sína fulltrúa í Brunahvammi því Valdimar Jóhannesson og Guðfinna skáldkona Þorsteinsdóttir bjuggu þar í 5 ár og sonur þeirra, Þorsteinn skáld, var fæddur þar 1918. Nokkuð samfelldur búskapur var í Brunahvammi á 19. öld en erfiðlega gekk að byggja hana á fyrstu árum þeirra 20. Hinn 14. ágúst 1831 féll 13 ára smalapiltur frá Brunahvammi, Þorleifur Þorleifsson af Hestbaki og beið þegar bana. Þar sem slysið varð heitir síðan Þorleifsgróf. Þjóðsagan segir að líkið hafi verið borið til bæjar og lagt til í Eldiviðarkofa. Er ekki að orðlengja það að Þorleifur gekk þegar aftur ljósum logum og sáu hann jafn freskir sem ófreskir, hvort sem var á nóttu eða björtum degi. Gerði hann mönnum ýmsar glettur. Til dæmis var það veturinn 1916 þegar Bjarni Þorgrímsson bjó einn á Brunahvammi að hann kom heim seint að kvöldi í vonsku veðri að Þorleifur ólmaði svo í bænum að Bjarni kaus heldur að híma úti þar til dagaði en ganga til fundar við hann
og var hann þó ekki talinn neinn veifi skati. Þorleifur þekktist ekki til við Stefán Alexandersson, heldur stóð álengdar og glennti sig og geiflaði í átt til hans. Ekki er talið örgrant að Þorleifur sé enn á slangri við bæjartóftirnar í Brunahvammi. Desjamýri sem er afbýlið frá Haugsstöðum eins og Arnarvatn eða Skálamór eins og hérna áður. Nú, ég veit svo sem lítið það í sambandi við það, nema þetta var náttúrulega alltaf í þjóðlegð þegar þeir sem fóru út, til dæmis Mördælingar, þeir fóru út gegnum Arnarvatn og út Haugstaði eða jafnvel út á bakvið Haugstað og komu niður út í Vakurstaði, sko. En það var alltaf farið þarna niður. Þetta er í rauninni eina leiðin sem er tiltölulega gott að fara, þurr, það er þarna út. Og til dæmis þegar við vorum farið í göngur, þá komið allt þarna við. Það er náttúrulega töluvert engjar þarna og svoleiðis, en þær eru votar, það er ekki mikið harðvelli og þetta bærinn er, já, talið að sé kendur við einhvers konar, það sem kallaður desjar, það er heystæðin sem var hlaðið upp. Og fyrstu ábúendur taldir hérna eitthvað í kringum 1830 til 49. 1853 eru skráðir hérna til heimilisfjölskylda og 1861, svo þriðja. Þetta er eiginlega einu ábúendurinn sem eru taldir hérna upp. Sumt af þessu fóru til Ameríku, jafnvel. Þannig að, og hann hafi náttúrulega starrið á sömu þessum bílum sem hér í voru í heim. Þetta var fólk sem stoppaði hérna áður og fór til Ameríku. Þetta var bara, það kom yngstar af, fekk hérna jarðnæði, það var að bíða eftir skipunum. Þá var þetta var, jú, vissulega fluttið frá Vopnafirði, en það var ekkert endilega frá Vopnafirði. Kálffell var leigubíli frá bænum Fossi. Bærinn stóð í 440 metra hæð yfir sjó við rætur fjallsins Kálffells sem er norður af Bunguflóa. Ekki er mikið vitað upphaf Kálffells en heimild er að maður að nafni Bjarni Bjarnason hafi verið fæddur þar 1840. Gunnar Gunnarsson rithöfundur keypti Kálffell árið 1932 en 6 árum áður hafði hann keypt bílið við hliðina, Arnarvatn. Kálffell var lengstum talin ágætis bújörð, engjar víðlendar og grasskefnar og beitiland gott bæði sumar og vetur og sýnir til að mynda heimild frá 1860 að á Kálffelli hafi búið auðugur bóndi. Landgæðum virðist þó hafa hrakað með auknum uppblæstri á síðustu áratugum 19. aldar en hlíðar Kálffells sýna glöggmerki mikils uppblásturs. Á síðustu árum hefur þó töluvert verið grætt upp í kringum Kálffell. Árið 1911 er jörðin komin í eyði og öll hús ofan tekin og burt flutt. Eftir standa laglegar tóftir, bæjar og gripahúsa og vekur sérstaklega athygli að umgangstir fjárhúsa virðast snúa upp í brekkuna, líklega til að mynda skjól fyrir sterkum og köldum norðanvindum. Á Kálffelli hafa ábúendur búið sér til einhvers konar vatnsveitu með því að veita lind í nágrenninu að bænum. Arnarvatn var frá upphafi afbýli frá Haugsstöðum og hét Skálamór. Elstu heimildir byggð á Skálamó eru frá 1867. Þá er fyrst getið heimilishald þar í prestsþjónustu bók Hofsóknar í Vopnafirði. Nafni Skálamór er líklega í fyrstu þannig til komið að þarna hefur verið byggður skáli, kofi, yfir þá sem í afréttargöngur fóru heiðalöndin. Gangnamannaskýli hafa staðið þarna frá öndverðu og enn gista smalar í Haugstaðaheiði á Arnarvatni. Vali staðarins hafa sjálfsögðu ráðið hinn sérstöku náttúruskilyrði sem tangin út í vatnið veitti vörslu fjárins nætur. Sumarfagurt er á Arnarvatni og þar er mikið fuglalíf. Silungsveiði er í vatninu og víðar í tjörnum og lækjum í kring. Gunnar Gunnarsson skáld frá Ljótsstöðum keypti og dvaldi þar eitt sinn part úr sumri það leyti sem hann flutti í Skriðuklaustur. Hann keypti jörðina og hugðist byggja hana upp en ekkert varð úr þeim framkvæmdum. Árið 1902 hóf Jón Helgason búskap á Skálamó. Hann breytti nafninu í Arnarvatn og byggði upp hús af miklu myndarskap. Enn má sjá merki 800 feta langa vatnslögn sem hann lagði úr lindinni framan, innan við og ofan við bæinn. Það þótti nýmæli að flytja járnpípur langan veg til þess að fá sjálfrennandi vatn í húsin.
Fljótlega eftir að síðustu ábúendur hófu búskap kom í ljós að þau voru með öllu óhæf til búskapar á heiðarbýli. Votviðrasamt sumarið syntu þau heyskap illa. Það voru smalamenn í fyrstu leit sem komu heyjum í tóft. Ekki þótti ráðlegt að hafa þau ein þarna illa búin undir veturinn, auk þess sem húsfreyja var langt gengin með annað barn þeirra hjóna. Seint í nóvember fóru menn úr Vesturárdal með hesta og sleða og fluttu allt lifandi og dautt frá Arnarvatni og út í Haugstaði. Húsfreyja ól sveinbarn veturinn og allt fór vel. Bústofn þeirra hjóna var 1 kýr og vetrungur, 3 hross og 30 sauðkindur. Á Haugsstöðum dvöldu þau nokkra vikur en þá fluttu þau í Hof. Sumarið eftir flutti þetta fólk úr Vopnafirði til Reykjavíkur. Arnarvatn fór í eyði 1935. Byggðin nú öll horfin. Heiðarlöndunum verið skilað aftur til Öræfanna. Byggðin í Jökuldalsheiðinni talin hafa enst í 105 ár og eitthvað lengur í Vopnafjarðarheiðinni. Sumir bæir taldir byggðir hátt upp í öld, en flestir stóðu þó í eyði lengri eða skemmri tíma. Þessi sorgar og baráttu saga heiðarinnar verður sjálfsagt aldrei endurtekin. Þó ekki óhugsanlegt að efnaðir draumamenn í borg eða byggð kunni að reisa sér þar sumarheimili eða veiðikofa við silungsvötnin Silfurtæru, því enn á heiðin, hinn víðlenda og breiða, yfir þeim töfrum að búa á björtum sumarnóttum sem ekki finnast í sveit eða við sjávarsíðu.